Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, líkt og ég talaði áðan, þá erum við núna komnir yfir í handboltan og á línuna hann kominn Halldór Stefán Haraldsson, góðkunningi Suðurlands sem byrjar að þjálfa út í Noregi. Hvernig liði Volta, komdu sæll og blessaður? Jó, blessaður, gestur. Hvernig hefur það þarna út í Norge? Herði, við höfum það hérna ótrúlega ljúft, fjölskyldan. Já. Það verður bara að segjast. Og ertu orðin segur í norskunni og svona? Já, þetta kemur ótrúlega hratt. Þetta nú nýnorska hérna á þessu svæði, þannig að það margt svona líkt með íslenskunni, þannig að þetta kemur nokkuð hratt. Já. En hvernig svona norski boltinn með íslenska? Nú ertu búin að vera að þjálfa í Ólfsdeild kvenna síðustu áru. Hvar liggur helsti munurinn? Já, það stórt í spurt. Sko, helsti munurinn liggur eiginlega finnst mér, eins og hefur verið rætt í mörg ár, líkamlegum styrk og já, og bara líkamlegum gæðum, ef maður getur orðað þannig. Leikmennina eru alveg í svaka formi og eru duglegir að sjá sig sjálfir, eru að æfa mikið og þar alveg hendur verður handboltinn hérna miklu hraðari. Hins vegar að þá kannski meira tæknifélag hérna úti í Noregi, af því að leikurinn miklu hraðari. Og þannig að það svona, finnst mér vera helsti munurinn á handboltanum hérna úti og heima. Já, og þú ert nú ekki mikið fyrir tæknifélag? Nei, ég það nú ekki, en ég eins og mikið fyrir góð hraðablöp og góða seinni-bylgi, þannig að þetta henta mér ágætlega. Ég mjög hrifinn af handboltanum sem við spilaðum og mér finnst það miklu skemmtilegri heldur en heima. Ekki það að handbolti sé eitthvað leiðilegur heima, en mér finnst bara svona fyrsta upplifun á þessu bara einhvern veginn það svona einhvern veginn meiri hraði, það meira að gerast og svona meiri hitt í þessu einhvern veginn finnst mér. En liðið sem þú þjálfar í hvaða deild eru þær í Noregi? Við erum í C-deild, í annarri deildinni. Þær voru fjallu úr B-deild í fyrra og markmið að fara upp á næstu 2 árum. Í C-deildunum eru 4 C-deildir og hver deild með 12 liðum, þannig að þetta 48 liða pakki í rauninni. Og sigurvegarinn í hverjum riðli, þetta 4 riðlar, að þeir fara í umspil 3 laus sæti í fyrstu. Já, þannig að það heilmikið leikjaprogram í gangi hérna. Já, og líka bara það mjög erfitt að fara upp úr þessari deild. Þú getur þessu unnið alla leikina í þínu riðli og samt ekki farið upp af því þú tapar í umspili í lokin. Þannig að ég held að mikið af fólki gerir sér ekki grein fyrir heima hvernig handboltinn gríðarlega stór í Noregi. Mér finnst þetta svona, ég náttúrulega þekki Bjarka Má mjög vel og er búinn að kynnast þýska boltanum svolítið vel í gegnum hann. Já. Mér finnst þetta í rauninni ekki ólíkt í rauninni þýska handboltanum þá bara kvennamegin séð, hvað það að segja, hversu stór handboltinn núti, hversu mikið liðum þetta hversu mikið áhuga hérna. Þá finnst mér þetta svona Þýskaland kvennahandboltans. Já. En sérðu fyrir þér einhverja stelpur hérna heima til dæmis sem gætu spilað þessari deild sem þú ert í? Já, mér ekki spurning. Það þarf svolítið svona sérstaklega leikmenn kannski í þessa deild. Leikmenn þurfa að höndla að spila á þessum hraða og það getur kannski verið svolítið viðbrigði fyrir sumarleikmenn að koma inn út og spila í þessum hraða því að sumir leikmenn bara einfaldlega ekki vanni. En ég get alveg séð fyrir mér að einhverju leikmenn heima auðvitað ráða klálega við að spila hérna, það ekki spurning, en ég ákvað samt að fara ekki í íslenska leikmenn fyrir þetta tímabil. Ég fannst að ekki rétt taktík að byrja í nýju liði og byrja að rífa með mér ykkur Íslendinga. Það var bara svona mitt mat, en svo veit maður ekkert hvað gerist í framtíðinu svo sem. Nei. Það var mikið talað leikjaálag í Ólfsdeild kvenna í fyrra og svo framvegis. Leikjaálagið þarna úti, svona með svona, ef ég að skilja það rétt, þá fleiri leikir? Nei, í rauninni ekki. Í rauninni svipaði fjöldi leikja, myndi ég segja. En þetta hins vegar þannig hérna í
þessari deild að það eru löng ferðalög og við erum til dæmis að ferðast í flesta okkar útileiki í 7 tíma í rútu og þannig að það er oft ferðast á föstudegi og svo tekið leikur á laugardegi og leikur á sunnudegi og svo tilbaka. Þannig að í rauninni er mikið álag þær helgar sem við erum að spila útileikina en kannski lengri pásur á milli. Já. En það er kannski bara öðruvísi álagið en já. En svona fjárhagur í kvennaboltanum út í Noregi, hann ekki svona, eru félögin þarna betur stæð heldur en íslensku til dæmis? Það fari bara rosalega eftir félögum svo sem. Það er klúbburinn sem ég er í núna er vel stæður. Ég hef náttúrulega ekki farið hérna út nema að vita allt um þennan klúbb sem ég var að ganga til þessu. Það er við erum í litlum bæ, þetta er ekki nema 10.000 manna bær á veturna þegar þetta er stór skólabær, það er mikið af stúdentum á veturna þannig að fjöldi fyrir upp í svona 10.000 manns og það er mikið af sponsorum í kringu liði, mikið af stiftaralum, miklu meir en heima sko. Þannig að við erum með ágætis budget þóttu við séum ekki nærðið að nota allt núna. Nei. Og þá er ágætis budget og en það eru kostir og gallar við allt. Mér finnst þess að heima er aðstæðan kannski miklu betri, fyrst mér. Já. Og það er ekkert að segja endilega að sé eitthvað lélega aðstæðina, en mér er svona betri, það er auðveldra að fá æfingatíma heima, þá meina ég yngri flokka, það er ekkert vesen fyrir mig, svo sem með meistaraflokkina þá ég fá æfingatíma, en minnst meira vesen fyrir yngri flokkana. Já, að koma þeim að. Já, koma eins og þeir eru að æfa lítið og höllin er full, sko. Það er runnið að hafa litla möguleika að æfa meira yngri flokkana hérna. Og ég er í jobbi, ég er runnið í svona tvíþættu jobbi hérna. Ég er annars vegar með meistaraflokkin og svo er ég svona yfir þjálfari og er svona að reyna koma inn með nýjar hugmyndir og hjálpa til bara við í runnið að skipuleggja hvernig starfið á runnið. Já. Og það er svona fyrsta sem ég reka mig á er að normennir eru ekkert að stressa sig mikið að æfa allt og mikið í yngri flokkunum sko. En það er kannski bara líka bara alltaf lagi, ég minna það verðist að ganga ykkurlega með kvennalið landslið á Noregi, þannig að eins og ég segi það eru kostur og gallar í þessu en hérna úti finnst mér þetta skipta einhvern veginn meira máli. Mér finnst það er mikið fólki á leikjum með okkur, við erum með 300 pluss á leikjum og eins og ég segi það nánast alltaf einhverjir stuðningsmenn að horfa á æfingu eða sponsorar eða einhverjir sem í kringum félagi að horfa á æfingu og fylgjast með og ég fer út í búð og ég þarf alltaf að spjalla við einn eða tvo sem að vilja eins og að vita bara meiðslastöðun og liðinu og hvernig hitt og þetta er og mér finnst þetta svona meira svona samfélagi kringum handbolta. Já, það er svona það er svolítið vel tekið eftir kvennaliðinu. Já, og það kannski tengist í þetta er náttúrulega ekki stór bær og kvennalið er svona stórt bæjarins í rauninni. Þannig að það kannski tengist í líka þetta, en mér fannst svona oft heima, ég náttúrulega kemur, eða þetta var að þjálfa lítið félag í rauninni heima og mér fannst oft svona fáir í kringum þetta og svona var kannski oft aukaðri innan félagsins að halda þessu úti. Já, og það er kannski svolítið oft í bara almennt félögum öllu landinu að kvennaliðin bara heima, hvort sem það er í körfu eða knattspyrnu eða handbolta, þau verðast vera stoltið svona aukalega þó að sé oft verið að taka framförum hjá mörgum félögum. Ég er ekki að segja ásaka öll félögum það. Nei, ég meina auðvitað getur maður alveg sammála því að það hefur verið svolítið þannig. Já, sumum liðum eins og segir, bendir eftir á, en hérna út í Noregi er náttúrulega kvennahandboltinn alveg gríðarlega stór og er rauninni stærri en karlaboltinn. Já. Þannig að norðmenn hafa mjög gaman að kvennahandbolta og náttúrulega mjög stoltir, en það gengur náttúrulega landsliðinu frábærlega og gengið vel, þannig að skildi engan undra að kvennahandboltinn sé vinsæll. En svo erum við erum alltaf hlæðið heima sko að norðmennir eru með bara foreldra að þjálfa í yngri flokkunum sko. Og meðan við erum með menntaða þjálfara og svona á bakvið yngri flokkana okkar og það er að skilu og svo flottum leikmönnum allt það. En það sem að gleymi svolítið, það sem ég hef svolítið upplegað hérna úti er að með því að fá foreldrar svona mikið inn í félaginu að þjálfa og vera í kringu liðin
að þá býrðu sjálfkrafa til stuðningsmenn og býr til fólk í stjórn og býr til miklu meira liði í kringu klúbbin sem að lætur sig skipta máli það sem í gangi. Já, nákvæmlega. Og það vantar svolítið heima, finnst mér að mér finnst foreldrar svolítið ekki kannski inn í því sem að gerast oft og það bara bæði, held ég, klúbbunum að kenna og líka náttúrulega bara foreldrarnum sjálfum. Á meðan, eins og ég segi eru foreldrar náttúrulega inn í starfinu, eru þjálfarar, eru liðstjórar, þeir eru í kringum allt batterið og þá einhvern veginn virðist að vera þannig að það koma fleiri foreldrar í kringu starfið og verður bara fleira fólk í kringu félagið með þessu móti. Já. Svo málið deilið það hvor leiðin betri, sko. En aðeins heima fyrir þau náttúrulega nærið ekki að fylgjast alveg með náttúrulega öllum leikjum og fleira í gegnum mannetið. Það ekki að spyrja mig hvernig búið að ganga. Herru, ég bara kom inn á það áðan, en þeir eru búin að ganga vel eða ekki? Jú, við erum búin að vinna 3 leiki og gera 1 jafntefli. Já. Við erum á toppnum á deildinni og svona, þú glemtir alveg að spyrja hvernig það var. Já, ég bara... 134 mörk eftir 4 leiki, ég er búin að undirbúa mig. Já, ég beðist afsökunar á þessu. Ég fór svo fram á mér áðan þegar ég var að kynna þið inn. Nei, deildin heima, ég sammála því. Hvernig hefur þið fundið svona deildin þetta heima að byrja? Eitthvað búið að koma óvart eftir að það var 8 liða deild núna? Sko ég hef örugglega aldrei fylgst svona mikið með deildinni eins og núna. Ég náttúrulega 5 klukkutíma á undan til Noregi, þannig að ég næ alltaf öllu leikjunum sem í beinum útsendingum. Með það sem að gera heima, var maður alltaf þjálfur saman tíma. Ég er búin að fylgjast mjög vel með þetta, þú veist, getur maður byrjum á karlaboltanum, getur maður alveg rætt að haukarnir alltaf og allt það sem búið að ræða. Það finnst mér svona búið að ræða það allt í þaula. Kvenna megin, þá finnst mér þetta svona stefna í mjög spennandi mót. Það má alveg benda á það, Fylkir, Grótta og Selfoss virðast vera að fara í alveg svakalega keppni að halda sæti í deildinni. Já. Og með hvernig það spilast í byrjun. Og það verður alveg frábær barátta. Mér finnst þetta búið að vanta og mér finnst þetta heilla skrifin á boltana að fara í 8 liða deild. Já. Nú allt undir í rauninni. Og það gaman að fylgjast með mitt sko bara líkt og í fyrst deild kvenna að það virðist vera hörku leiki þar líka. Svona... Já, akkurat, og 5-1 eru náttúrulega búin að fjalla svona meira fyrst deild kvenna en maður bjóst við að gert. Og maður getur lesið öll úrslit á 5-1 og séð svona hvernig það þróast. Það sem kemur manni kannski mest á óvart er framist að F á tímabilinu. Já. Svona það sem að ég held að Róland sé að gera góða hluti í Kaplakrika. Hann er mjög fær þjálfari og ég get vottað fyrir það. Hann var að þjálfa litlusystur í fyrra, þannig að ég veit að hann veit alveg hvað hann er að gera. Og ég held að hann er eftir að gera frábæra hluti með Deathfalli. En síðan er þetta náttúrulega, þetta er langt mót og allt það og ég held að verði þannig að HK og Fjölnir verða að berjast með þessi sæti. Þetta sæti að komast upp og svo sætinu í það sé alveg ljóst. Svona í lokinu árið slepptir út í Noregi, hvernig svona er þetta eins og Íslandi með félagaskiptaglugga og fleira, þú veist hvernig þú mátt ná þér í leikmenn og svo framvegis? Já, þetta er í rauninni mjög svipa. Ég verð að viðurkenna reyndar, ég hef ekki kynnt með það alveg nákvæmlega hvernig glugginn lokar. En hann er allan opið núna. Helsti munurinn er kannski sá að ef að leikmenn eru svo með svo kallan amatörsamning þá virðist með að tala við klúbbinum að fá leyfi til að tala við leikmenn strax og mér skilst á reglunum að klúbbinum verða tilkynna leikmennina. Já. Á meðan heima kannski geta menn skrifað undir lengri samninga og þess að sé eitthvað endilega í þeim. Svona, við skilst á reglunum, ég ætla að vona að ég sé ekki að fara með eitthvað rátt mál. Ég er verða viðkynna, ég er ekki búin að liggja yfir félagaskiptareglunum inn undir Noregi. En það gengur vel. Já, gengur vel með liðið sem ég er, en tilgangslaust að leita sem einhverjum öðrum leikmannum. Já, En það er allan að tímabilið langt framundan og þetta er náttúrulega bara nýbyrja hjá þér en byrjunin lofa góðu. Byrjunin lofa mjög góðu og í rauninni get ég alveg sagt að hún er betri en ég átti von á. Það er hins vegar þannig og eins og ég sagði á hann, þetta eru löng ferðalög í útileiki, þannig að útileikinir getur orðið mjög erfiðir. En svona með hvernig handbolta við erum að spila og allt það, þá
þá verðum við að berjast þarna í kringu toppinn. Þetta er sjálfur ljóst. Halldór Stefán Haraldsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við höfum svo sannarlega eftir að heyra í þér aftur þegar líður á tímabili. Já, endilega, ég held þú ætlaðir aldrei að fara að hringja. Já, segðu, ég byrst bara afsökunar á þessu. Bestu þakkir, blessaður. Segðu það, bye. Já, hægt að